Þótt að séu vissulega margar kríur í Grímsey þá er bara einn veitingastaður og hann heitir einmitt Krían. Staðurinn er á besta stað með útsýni yfir hafnasvæðið. Í sama húsi er einnig eina verslunin í eyjunni. Við hittum Unni Ingólfsdóttur sem á og rekur báða staði úti á palli fyrir framan veitingastaðinn í kvöldsólinni og spurðum hana út í reksturinn. Unnur, segir okkur bara aðeins frá Kríunni veitingastaðinum. Hvenær byrjar þú að reka þennan stað? Maðurinn minn bara skrapp í heimsókn hjá vinafólki og fyrir að tala um það að við séum að spá í að byggja hérna veitingastað. Þau segist vera með sömu hugmynd og þetta er í mars 2004 og við erum búin að, það var reist 9. maí og við vorum búin að opna í byrjun júní 2004 með ásamt þessum hjónum, sko, vinafólki okkar. Þannig að þetta var eiginlega skyldi, þetta var eiginlega bara svona sem var ákveðið á yfir kaffibolla og framkvæmt bara leið. Já, en var einhver veitingastaður hérna áður? Nei, og þau ráku verslunina þá, þau eru flutt í land og þannig að við byggðum utan á bara verslunina, þannig að nú ertu þá í dag bæði með verslunina og veitingastaðinn í einu? Já. Og hvernig gengur það að reka bæði verslun og veitingastaði í Grímsey? Það er alveg fínt að reka. Við erum með opinn veitingastæðin frá 15. maí út september og fáum alveg ótrúlega mikið af túrista í eyjuna og Grímseyingar eru líka okkur mjög hliðhollir. En hérna í veitingastæðinu, þú ert rétt við höfnina, nærðu að nýta eitthvað hráefni hérna af svæðinu í staðinn? Já, við erum náttúrulega heppin með að maðurinn er sjómaður, þannig að við erum undantekningarlaust með alveg splunkunýjan fisk. Þannig að og við höfum líka verið með hvalkjöt og svartfugl og það er ótrúlega vinsælt meðal ferðamanna. Við seljum ótrúlega mikið af því. Já, þessum réttum sem tengjast svæðinu. Já. En ef við tölum eins og verslunina, að reka verslun á svona litlum stað, þú hlýtur að vita ansi mikið fólk, ja, hver drekkur léttmjólk og hver nýmjólk. Já, það er svona lærist, en það er ekki margir að við erum ekki það mörg, við erum ekkert orðin nema rétt yfir 30 með fasta búsetu. Þannig að já, það lærist mjög fljótt. En lendir þá ekkert í vesenni þegar að þessi sem drekkur undanrennuna fer úr eyjunni? Það kemur fyrir. En alls ekkert, það er ekki stórt vesen, sko. Og færðu þá að vita það þegar á að skella í ákveðna köku og þarf eitthvað ákveðið í hráefni? Og ef ég á það ekki, þá er ótrúlega svona mikill kærleikur hérna, þá hringir það bara í næsta, heyrðu, ekki átt þú flórssykur eða svoleiðis. En við lentum aftur á móti í því núna á laugardaginn, frekar á sunnudaginn, að það var skemmtiferðaskip hérna og ég var akkurat að hlæja að því, ég hef aldrei ég seldi 160 AA batteri þennan dag og það var sem sé vantaði borði í skipi, það voru orðnar batteríslausar hurðarnar hjá þeim. Þannig að hver hurð tekur 3 batteri, þannig að ég átti nú ekki nema 20 batteri sjálf, eða búðin, þannig að það var hringt og það var einn sem átti 100 batteri og þá var því bara að redda, þannig að Þetta er bara eins og ársalan kannski bara einu bretti? Ég held ég hafi aldrei lent í áður að selja 160 batteri og sama dag var maður hérna, ferðamaður, bara sem var að gista hérna í eyjunni. Myndaðilinn hans var batteríslaus, þannig að honum vantaði 40, þannig að þetta var svolítið sérstakur dagur. Það færu 160 batteri hérna einu bretti. En hvernig er eins og að halda þessu úti og halda þessu opnu? Er þetta ekkert erfiður rekstur? Nei, bæði, þú veist, ég ger þetta, eða er í búðinni, við höfum alltaf opið klukktíma á dag, allt árið sem sé á vitundar, alla daga og bara ótrúlega gaman líka, þú veist, að hitta fólk, maður hittir alla og svona, já, á samskipti við nánast flesta í eyjunni, þannig að það er bara rosa fínt líka. Og við sem búum á stærri stöðum og erum jafnvel farin að venjast í að það sé 24 tíma opnun í verslunum, þetta gengur alveg upp að vera með 1 klukkutíma opnun á dag? Já, alveg léttilega, en svo er þetta líka samt þannig að ég fæ alveg símtöl bara, hæ, geturðu reddað mér? Þannig að það er alveg 24 tíma opnun, kannski svo er ekki svo í mannanóttin, en já, við lendum alveg í því að, þú veist, einhverjum vantar egg akkurat þarna og þá er það er minnsta málið. En að fá starfsfólk til þess að vinna hérna, þetta hlýtur að búa til einhver störf í einu?
Já, og ég er alveg ótrúlega heppin með að hafa verið yfirleitt að rúlla saman starfsfólkinu. Þú veist, þessar stelpur hafa komið ár eftir ár og unnið, þannig að já, ég er mjög heppin með það. En finnur það að heimamönnum finnist þetta skipta máli að vera með búð á svæðinu? Já, mér finnst það og mér finnst að svona langflestum finnist það skipta máli.